Já, góðan og blessaðan daginn, það útvarpsþátturinn hinn eini sanni sem að heilsar hér á þessum fallega 5. 28. ágúst og við erum kannski örlítið seinna á ferðinni og hann hafði svo mikið að segja en Eiríkur en allavega Gunnar Ásgeirsson og Rökkvi Vesesson eru mætti hér í stúdíó og við ætlum að vera með ykkur til klukkan 3 í dag og fjalla hvað ætlum við að fjalla um? Já, við ætlum að taka fyrir námsfög í skólum. Já. Það var nú þín ósk að gera það? Jú, það er mikið rétt. Við ætlum að fara yfir svona öll helstu fögin sem að eru kennd í grunnskóla og við ætlum svona bara að spyrja okkur sjálfa að því hvort að allt þetta sem er á þessum listum sé nauðsynlegt. Já. Já, þetta er mannakorn og lag sem heitir Gamli skólinn og sko ekki ástæðulaust að við spilum þetta lag. Við ætlum að tala núna um skólamál og skólaskilduna og fögin sem að eru kenndar. Auðvitað þurfa krakkar að læra, það er leikur að læra eins og það er sagt en við ætlum að staldra þess við nokkur fög og spyrja okkur að því hvort að þetta sé eitthvað sem ætti að vera að kenna í grunnskóla. Já, og kannski hversu mikilvægt þetta sé. Já, hversu mikilvægt þetta sé og ég er nú meila með bara svona lista yfir frekar svona típiska fög sem að krakkar í grunnskóla er að læra. Það er bara svona námskrá. Já, námskrá eða svona. Og við skulum bara byrja á fyrsta sem ég er með. Það er enska. Hún er algjörlega málið. Ég held að það sé engin sem að ég er alltaf ekki á móti henni og það er bara eitthvað sem maður bara algjörlega kenni í skólum og ég er mjög sammála því og ég bara er ekkert sem meira sem ég get þannig að sagt við það. Nei, en það ertu náttúrulega bara fatlaður í nútíma samfélagið, þú kannt ekki ensku. Já, enskan er góð, þannig að það er bara fyrsta málið og ég held að við höfum bara ekki neitt meira að segja um enskuna. Hún er allavega það sem maður má alveg vera að kenna. Já, verður að kenna bara. Já. Algjörlega. En hér er ég næst, það er nú umdeilt, það er danskan. Já, það finnst næstum engum gaman að læra dönsku. Nei. Einhverjum ástæðum. Það er ég alveg sammála með. Mér finnst ekki að það ætti að endilega að kenna dönsku í grunnskólum. Það er eitthvað sem fólk hætti að geta haft valum. Bara í framhaldsskóla eða eitthvað. Já, ég meina það er náttúrulega mjög erfitt að í rauninni ná einhverjum árangri í einhverju tungumálafægi í menntaskóla ef þú byrjar ekki neitt að læra það í grunnskóla. Já, það verður erfiðar að ná einhverjum árangri í dönsku í menntaskóla ef þú lærir ekki í grunnskóla fyrst. Já. En það er spurning hvort að krakkar ná einhverjum árangri yfir höfuð. Já, það er ekki mjög mikið af krökkum, held ég, sem að bara kunni eitthvað í dönsku. Jafnvel þó að séu búin að vera nokkur ár í dönsku í grunnskólum. Það er eiginlega bara fæstir sem að geta eitthvað að tala þarna. Ég er ekki á móti því að krakkar læri dönsku ef þeir lærið hana, ef þetta virkaði. Já. Og málið er, ég tala dönsku. Nú, já. Jeg kan godt tale dansk með það hvis du vil. Þú veist, en málið er náttúrulega með mig að ég lærið í grunnskóla og menntaskóla. Svo fór ég til Danmerkur í 2 mánuði og þurfti að tala og þurfti að hlusta og skilja. Já. Þú lærir ekki tungumál í alvörunni nema að þú notir það. Nákvæmlega. Ég er nú alveg sammála á því. Danskan, hvað segir við þessu? Já, það sem mér finnst vera málið mér finnst mjög gott fyrir Íslendinga að læra Norðurlandamál. Það er mjög sterk tengsl milli Norðurlanda alls staðar og það er mjög margir sem fer í nám til Danmerkur, Svíþjóðar og Noregs. Já. Og þú kannt eitt Norðurlandamál af þessum 3, þá nýtst það hitt. Já. En málið er þetta bara kennt svo astnalega. Já. Þú veist, þú ert með einhvern krakka sem kann ekki orðið í dönsku. Já. Og finnst það hundlegelt og finnst danska hallarsleg sem hún er. Já. Þetta er hallarslegt tungumál. Já. Meina, þú veist, danskur húmor er líka mjög hallarslegur eins og Olsen bandið og þú veist, bennið og maður hlæra þess af því þetta eru hallarslegar myndir. Já. Við tala nú ekki um svona eins og myndir svo Sømen på sengekanten og í Tyrenstein og svona þessar dönsku þarna klammyndir sem voru samt með sögutræði. Já. Það er enginn sem getur gert klammynd með sögutræði nema Danir, skilur. Já. Af því þetta er svo hallarsleg þjóð bara. Jú. Þeir eru það bara. En málið er að þú veist að taka út svona krakkar svo kennur hann um eitthvað svona nokkur orð, eitthvað stúl, skrifbóð, eitthvað svona nokkur orð. Já. Og svo fyrir að kenna hann með eitthvað viðtengingahátt þátíðar og dönsku og eitthvað svona dót. Þannig hefur engan orðaforða og hefur engan áhuga á þessu. Já. Og ég held ef að krökkum væri kennt einhvern veginn þannig að þau lærið einhvern orðaforða. Þannig að þau vissi eitthvað hvað þeir verið að tala um. Já. Og þá myndi þetta kannski gagnast meira og myndi kannski finnast þetta svona leiðinlegt. Já. En ef ég hefði fengið val um það þegar ég var í grunnskóla að læra bara allir dönsku tíma minni myndi vera að breytast líka í ensku tíma. Já. Ég hef bara hygglust gert það. Já. Man notar ekkert svona heila dönskuna, ekki allavega, ég sé ekki mikinn, eins og ég er að horfa á mig sjálfan. Ég er bara mjög þakkláttur fyrir það að kunna ensku.
Já, þú veist, eða kunna svona borat ensku já, en með dönskuna ég er ekki að sjá mig fyrir mér ég þurfi eitthvað tíma að nota hana að ég færi þetta mörgur þá myndir maður náttúrulega bara tala ensku og ég held að það Já. sé bara allt í lagi þú kemst upp með það Já, en þú myndir náttúrulega aldrei geta lifað í Danmörku sem Dani ef þú kannt bara ensku nei þú náttúrulega aðlagast ekki samfélaginu Nei, ef þú talar nei, bara ensku og algjörlega. verður alltaf svona rosalega mikill útlendingur Já, og það er líka þannig að því að ég hef náttúrulega svolítið reynslu af svona búi í útlendum og aðlagast og svoleiðis já að ef þú talar málið mm og ef þú nærð að tala nokkurn veginn án þess að vera með neitt framandi hreim Já, þá tekur fólk þér eins og þú eigir heima þar já, það er allt öðruvísi, það breytist viðmót þeirra gagvartir já og þannig að en ég held, já í þínu tilviki ég meina, og í margra tilvikum að þá hefði verið betur sett með að taka enskutíma í staðinn fyrir enskutímana Já, bara bæta enn meira við enskuna kann þetta hvað sem er ekki Já, bara ég er alveg sammála um það ég er alveg sannfærður um það að það er gott fyrir alla í kunnaskólan að læra enskuna en ég held, þú veist, ef að krökkum væri kannski svona þeim væri leift að horfa á kannski sömen på sengekanten, þú veist, Já. í áttundabekk öllum Já. gelgjunum ég bað kennarinn minn alveg 1000 sinnum að fá að horfa á þessa mynd og Já, já. hún neitaði alltaf Nú, já já, reyndar eitt kennari var með húmor og sagði já, ég held ég geti nú lært mikið af því þannig, En svo er það ekkert úr því eða eitthvað nei, Nei, hún hefur örugglega verið reikin og hún hefur sýnt okkur þetta já, en þú veist að leifa kannski krökkum að þú veist, sjá sömurbo senkantin og lesa það er að finnast í heimi sem þú getur gert er að lesa danskt klámblað já þú veist myndirnar, skýtt með myndirnar að lesa þennan texta er bara gull þú veist bara danskt klámmál er bara þú veist, þú bara deyrður hlátri Já, så gik vi hjem til mig og fortsatte med intensivt bolleri. Þetta er svo lúðalegt, skilur Já. þú lærð bara hlærð, þú sér ekki eins og kynlíf fyrir þér, þú sér bara einhvern lúðaskap ef þú fengir að lesa þetta í áttundabekk, þá myndir þú kannski þú veist, gerir þetta svona aðeins áhugavert já, frekar en eitthvað Jens og Anne besöger sín farfar og farmor í hafen Já. veist, þetta er ekki skemmtilegt Nei, og svo var alltaf verið að láta mann þegar ég var í grunnskóla þá var alltaf verið að láta krakka hlusta á leiðilega dönsku lög Já, midt om natten með Kim Larsen Nei, mér finnst mér þess Já. að Kim Larsen var alltaf leið, þó ég skilji nú ekki endilega allt sem hann er að syngja Nei. en ég er að tala bara svona eitthvað svona algjört rusl, svona krakkar úti, skólakrakkar búin að syngja eitthvað svoleiðis Já, í svona tónment eða svona, já, í svona einhver sönghópur svona taka upp einhver svona lög sem að ég er alveg sammála því og þetta er alveg nógu ill skilnægt mál ég meina danskar er viðurkennt erfiðasta málið að skilja í tali af öllum Já. Norðurlandamálunum, Já. alveg lang mhm, af því þið segja aldrei nema svona hálft orðið og svo þú veist talaði bara með svona forlegum hreim já, og að skilja þetta þegar þetta er sungið er ekki gefið og svo er maður látið hlusta á hljómsveitin sem heitir Shubidua þú veist hvernig getur þið tekið hljómsveit alvarlega sem heitir Shubidua þú veist, já það er endara pæling í þessu og já, með dönskuna og ef maður hefði hlustað aðeins svo skemmtilegri lög kannski já, en svo- ég er alltaf að býða eftir að syngja einhver brjáluð kona hérna inn þú veist, og hvart yfir hvað við séum að þú veist, vanvirða dönskuna hérna en það er bara ekki að gerast Nei. erum ekki að móðga neitt hérna Nei, við við- vill enginn hringja inn og rífast við okkur við erum, það Það er það fólk er kannski bara alveg saman okkur já, en ég held kannski eitt viðbót sem að svona fólk var nú alltaf eða krakka voru nú alltaf að grínast með þegar ég var í grunnskóla að Danir tala alltaf eins og þessi að fara að kasta upp já svona, já, já, ég nei, veit í orðinu maður, vó, er eitthvað þú veist, ég veit að þetta er mikið sagt um þá já, en ég skal segja þér, það er til ljótara mál eða mállíska heldur en danska nú, já, það er hérna söður sænska eða skánska af því já, að söður Svíþjóð var Danmörk í gamla daga já, og Svíjar tóku það og hérna þá píndu þeir Danna til að tala sænsku en þeir lærðu það aldrei almennilega, þeir er alltaf svona svolítið eftir af þessum danska hreimi þeirra þannig að já, þeir tala svona eiginlega eins og með dönskum svona ég er alveg að fara að æla hreim nema Já. bara syngjandi líka já, þannig að Danir tala svona skal kødle henslið en skáningum tala svona sjöðrætlendarsleið já, þetta er alveg bara ljótasta í heimi já en það er nú eiginlega, er það nú reynda hlustandi línu Já. út að sagða góðan dag Já, góðan daginn. góðan daginn, Ég er 25 ára hérna og Já. var að taka þáttinn. já, Ég er bara að segja, sko, danska, ein og sér, eyðilagði bara fucking skólagöngur. já, er það ekki Gjössanlega, sko. Þetta er Já. ótrúlegt að þetta sé kent, sko. já, já, Það er bara takk fyrir. já, herri, takk fyrir það
Já, ég man eftir þessu líka, það var svolítið þannig, ég man bara eftir, sérstaklega þegar ég var 8. bekk eða 9. bekk, þá man ég einmitt eftir í það, maður mætti á mánudegi, byrjaði að fara tvöfaldar dönsku, alltaf á mánudagsmorgunum, fyrstu tímanir, ótrúlega þreyttur, var kannski ekki búin að snúa sólarreglum hálfpartin við, þá helgina, verið að vaka fram eftir að horfa á bíómyndi eða eitthvað, og maður svaf alltaf, maður hafði svona skólatöskunum og onna borðinu, laðist svona með hendunar onna á hann og svaf svona í tímanum. En svo var alltaf verið að reyna að vekja mann og svona, og ég held að það sé engin allavega dönskukennari lengur sem að kendi mér í Garðaskóla í Garðabæ, sem að fannst ég skemmtilega nefnd. Ég er örugglega mjög hataður af öllum dönskukennurum. En Við fáum enn eitt hlustand allavega út að saga góðan dag. Já, góðan dag. Góðan daginn. Bara að frétta. Það nú bara allt gott að frétta. Það ekki? Jú. Okkarlega ferskir og svona. Jú. Heyrðu þið? Já. Ég er svona nokkuð saman á þessu, sko, en Já. ég sé nú ekki eftir að hafa lært dönsku í skólan, sko. Nei. Kanntu einhverja dönsku núna? Já, ég get alveg nógu mikið til að bjarga mér þarna úti, sko. Já. Það er núna í ár og í fyrra. En það er ég ekki á móti dönsku, mér veist bara mætti kannski aðeins reyna að kenna tungumál svona minna fræðilega og meira svona í meiri svona talskilning, sko. Já. Svo væri nú að tala á eðurinn nótum, ekki Lars og Lenu og Sören Sleðu og eitthvað svona, sko. Já, hafa kannski svona verkefni þar sem þú verður að bjarga þér úr einhvern, svo þú verður að panta pilsu eða eitthvað svona. Já, eitthvað svoleið, sko. Leðu þú verður að gera eitthvað og bjarga þér, þá lærir þú. Já, eitthvað svoleið, sko, og kenna betur svona kannski inn á svona framför og þetta dót, sko. Já, af því Íslendingar eru öll bara, ég heter Jens, ég kommer fra Ísland, skilur þú, þetta er ekkert að gera sér. Þeir lesa þetta eins og íslensku. Já. Þannig að kannski Danir skilja það svona fokkalega kannski, en við skiljum ekki raskandi sem það þeir séu. Nei. Hvernig var þitt, hvernig var þín svona, sín á dönskuna meðan þú varst að læra í grunnskóla? Varstu þá mjög svona illa uppláður eða svona hafður ágætlega náhuga fyrir þessu? Nei, ekki sérstaklega, ég hef náttúrulega sérstaklega mótinni. Nei. Gert nákvæmlega í dönskunni, sko. Já, en þú serð ekki eftir þessu í dag? Nei, svo var hún sumir sem bara get ekki dönsku. Já. En nú, get ekki lært dönsku. Nú verðum við að prófa þig, hvernig myndir þú panta þér pilsu á dönsku? Rauðstuðu pulsu. Já. Það ekki? Já, jú, þetta myndir. Hvernig pulsa það er og svona, það er miljón pulsur á þessum pulsuögnum, sko. Já. Það er annað en hérna heima. Allt sömu drullu pilsunar hérna heima. Já, það er bara ein hérna svoðin eða kannski á bensinstöðunum, sko, hvort þessum bacon var að vinna að sterk, sko. Já. Það er einu munið, sko. Já. Já, þú talar sáttur í dag með dönskuna. Já. Það kannski mætti leggja meiri áherslu á ensku og svona taka dönskuna svona í restina, sko. Hefur þú séð Sömen på sengekanten? Hvað segirðu? Hefur þú séð Sömen på sengekanten? Nei, ég er nú ekki sem heilt það. Nei, þú verður að kíkja á hana, hún er mjög góð dönsk menningarleg mynd. Já. Og það er minnst á Íslandinu líka. Nú, já. Alltaf. Já. Það er að halda dönskun allavega svona aðeins, sko, eða einhverju Norðurlandama, svo náttúrulega sömur sem fari í sænsku eða norsku, sko. Já. Þá finnst mér danska skemmtileg heldur en sænska, sko, þannig að það er eitthvað fyrst á annan. Já. Hvað er þetta sænska? Er miklu fallegra mál en danska? Ég veit það ekki, sko. Já, mér er svona einhvern veginn sænskan vera svona, ég veit ekki hvað mér finnst það, mér finnst sænskan einhvern svona auðveldar að skilja hana, þó ég hafa aldrei lært sænsku. Hún er skýrari. Hún er skýrari og ég svona skilsóldið, maður horfur svona óbáslega típiska efni, svona hérna Línu Lonsokk og Emíli Kattaldi, þessa sænsku framleiðslu. Þá það er svona, ég skil þetta svona svolítið þó ég hafa aldrei lært þetta. Já, maður svona kannski skilur það þessu. Já. Ég hef svolítið leiðilega fyrst á hana. Ég hef svolítið mikið rifist samt við marga það, hvort sé hommalega tungumál, sænska eða franska. Og ég er á því að það sé franska, en það er mjög margir sem meina að sænska sé hommalasta mál. Það er sambarlegt, sko, en jú, það er náttúrulega Þetta er náttúrulega með ljóta tungumál er náttúrulega hollensk og flæmskan og það. Já, segðu. Það er svona eins og skortir eða eitthvað. Já, þú veist, ég þurfti að læra nokkar frasa í henni þegar ég var út í Hollandi síðast. Já. Þú veist, þetta verða 50 eurur, það er det wordt dan 50 euro. Þetta er auðvitað ljótt. Já, þetta er bara... Já, ef ég hefði bara sagt det wordt dan 50 euro, þá hefði ég varla skilist. Ég verði náttúrulega að segja, det wordt dan 50 euro. Þú veist, Já, einmitt. Já.
Já, þakka fyrir þetta. Takk kærlega. Takk fyrir þetta. Já, bless. Það er eiginlega komið að auglýsingum og við viljum bara halda áfram með síman 588-1994 hér eftir auglýsingarnar og svo kannski fyrir fleiri mál þegar fólk svona aðeins komið út úr þessari dönsku. Já, þetta útvarpsþátturinn hinn eini sanni hér á útvarpi Sögu á 5. deginum 28. ágúst og við erum að spjalla í dag, við erum að spjalla í dag fögin í grunnskóla. Já. Öll þessi fög, hvort að allt þetta sé nauðsynlegt. Mörgum finnst, jafnvel foreldrar finnst stundum bara hugsa, ég veit alveg marga foreldrar sem segja svona, af hverju eru að láta þau læra þetta? Þú veist, þannig að og það ringdi þetta á hann þess að komið einmitt að einn 25 ára einstaklingur að danskan hafi eyðilagt sína skólagöngu. Já. Þannig að ekki sé eitthvað fleiri á því en síminn 588-1994 er fólk vil eitthvað koma inn í þessu umræðu. Við ætlum að halda þetta áfram að tala þetta og ég verðum meina með fleiri fög, eiginlega bara öll fögin sem eru kennd í skólanum. En fáum allavega hlustanda áður. Út að sagða góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég finnst nú mikið af þessu sem er að kenna dag bara bull. Já. Já, ég get ekki séð að ég sé neitt ógáfar heldur en fólk sem er í dag. Nei. En hvað finnst þér mesta bullið? Já, hvað stendur upp úr? Það er bara, ég veit ekki, þetta er svo allt og mikið hjá þessum börnum orðið. Já, ég meina foreldrar er að nenni ekkert að passa þau, skilur. Ég meina við hverju býstu, þeim er bara tróðið í skóla alltaf daginn. Svo er bara mikið, ég get nú sagt þér það bara ég er nú kona 50-aldur, þetta er 50, og ég meina það sem börnin læri í dag, ég klórum mér bara haustum og þá drifur sköllóttum. Já, en yfir hverju þá helst? Ég skil ekki raskata sem eru með. Já, kannski til dæmis... Ertu búin að fara í grunnskóla og prófa að læra það eða hvernig veist þú skilir það ekki? Já, hann er að tala... Nei, þetta er bara allt öðru söldur með þegar ég var, sko. Já, þetta hefur breyst náttúrulega. En svo horfður á þáttunan, ertu skarparinn skólakrakki? Já, eitthvað sá ég aðeins, sko. Ég botnaði eitthvað í þessu? Ekki gerði ég það? Nei, hann sumt ekki, sko. Já. En þú segir eins og núna til dæmis þegar lengdu skólaárið sko. Já. En gefa svo krökkunum sko lengdu halvan mánuð og gefa svo frí 2 sinnum í viku. Það finnst mér líka heimst. Þeir lengja halvan mánuð en svo er viku frí fyrir árumót og svo eftir árumót. Þetta er bara, maður skilur ekki svona laga. Nei, ég er samanlega þér, það er algjört rugl og... Þegar ég var í skóla, sko, þá var maður bara búið fyrir 1. maí og byrjaði 15. september. Já, meira þess að svona seint. Alltaf þegar ég var í skóla, þá var skólasendingin 1. september. Já, svo fórum við halva mánuðarna, sko. Mér finnst bara hægilegt að séu sumarmánuðinir sem eru frí. Já, þetta er svona eins og danskunni. Ég gæti nú alltaf lært svona meira í danskunni en enskunni, sko. Já. Ég er nú ekki góður í ensku eins og voru að tala eins og þegar maður kom út, þá getur maður að tala hana. Já. Ég var nú rekin og prófið því ég var í 12 ára bekk út úr danskunni, sko. Nú, hvað? Ég fór að gera grína, það var alltaf sagt að maður setja kartöflur sneið undir tungun og ég gerði það. Og datt eitthvað út mér og ég var bara rekin út. Já, þessi var góður. Rekin út fyrir að slefa kartöflu á gólfið. Já, kennar var alltaf að tala þetta. Þetta er eins og sé með kartöflu undir tungunni, sko. Ég setti bara kartöflu. Og ég vissi það nú allt út mér, ég var rekin út tíma. Já. En hérna, ég er alveg sammálaður með skólaár. Mér finnst að sumarmánuðin er að vera frí. Það er vont veður á Íslandi alltaf nema sumrin og þá var að krökkum að vera í fríi þegar það er gott veður. Sko það er nú svo mikið af fólki sem er nú bara í fríi í ágústmánuði. Já. Og þú voru að koma heim miðjan ágúst af því krakkin er að fara í skóla. Og veistu, þetta er ógeðslegt vesen fyrir foreldra þegar krakkin er alltaf í einhverju vetrarfrí í nóvember eða eitthvað. Það er vont veður og ömurlegt. Já. Og þú veist, þau þurfa að vera að redda ykkur í pössun fyrir krakkan, skilja, þau eru að vinna sjálf. Eða vera að taka út orlofsið þá? Já, hver vil vera í frí í nóvember? Ég veit ekki, þetta er svo vitlust og hvað er eins og er að tala sko líka til mig eins og þetta. Ég hef nú oft talað um skóla sem strákurinn minni er í sko. Þegar þú veist þeirra krakkarnir að kaupa bækurna sko. Já. Þau fá þetta alltaf í september. Ég sagði hann ákveður ekki að láta að hafa þetta þegar skólinn er búið. Já. Skilur svo fólki hafi allt sumara til að kaupa þetta. Það getur náttúrulega verið fyrir marga að vera að kaupa kannski bækur fyrir 20-30.000. Já, nákvæmlega. Ég veit ekki af hverju það er. Ég veit ekki af hverju það er. Það er bara því kennararnir nenni ekki að vinna sína. Svo var það reynda þannig að það var þegar ég var í grunnskóla og ekki mjög mörg ár síðan alltaf. Það er svona, maður mann nú ekki hvað er það mörg ár síðan alltaf, en þegar ég var í grunnskóla þá fekk maður oft bara bækunar í skólanum eins og svona ljóðabækur og starffræðabækur og allt þetta. Það fekk maður alltaf í skólanum bara. Það
þá var þetta Já. bara hluti af, ég Já, veit ekki, já, já, skattunum eða eitthvað. Það já. er bara ekkert alveg þannig núna, held ég. Nei, þú verður að kaupa allt í dag. Já, já. starffræðibækur, vinnubækur og Já. maður þurfti bara, á meðan ég var í skóla, þá þurfti maður bara að kaupa, sko, rúðustrikaðar blöð og bækur sem var svona stílabækur. Já, þeir allar skólabækunir í skólanum, sko. Já, En þú verður nú eiginlega helst að nefna mér eitthvað svona fag sem þú myndi vilja sjá fjúka úr náminu þá. Núna? Já, af því að þér finnst maður svo margt vera bull. Nefndu mér þá eitthvað svona sem þú vilt sjá hverfa. Sko, ég veit ekki, sko, ég held að sé til dæmis eins og reikningunum sem er orðinin í dag, til dæmis. já, Að mér finnst þetta, sko, þú segir þegar ég var í skóla, þá var bara deiling, sko, pluss mínus og deiling. já, En, sko, þegar krakkarnir komið heim einhverju tölur og mengi og... já, við viljum með þetta. Við ætlum að taka þetta næst, Já, við starffræði. ætlum með þetta ræða svolítið við starffræðina núna fljótlega á listanum hérna. Já, ég meina, krakkarnir kunna kannski skilur að reikna svona helst sem þú þarft að reikna, en þetta sem við erum að kenna í dag, þetta er það sem þú lærir til þess að þú ætlar að vera verkfræðingur eitthvað svolítið. Já, nákvæmlega, það er bara Almenningur notar þetta ekki dagstæðlega. algjörlega sammálaðir. Herðu, sko, ég er nörd. Ég Jæja. er tölvunarfræðingur, ég er algjörlega ósammála ykkur báðum. Nú, Já, er það? Sko, ég meina, hvað hefur oft þurft að gera armbeigju á æfinni? Skilur, neyðist til að gera armbeigju, þar að segja fyrir sjálfan þig. Væntanlega aldrei, skilur. aldrei, já. Það er mjög gott að gera armbeigjur. Já, Stærðfræði er eins og armbeigjur fyrir heilan, meðal annars. já. Og það er bara mjög hollt að læra hana, jafnvel þú notar henni ekki. Og svo finnst mér bara mjög ábótavant að fólk og stjórnmálamenn jafnvel hafi bara grundvalla skilning á tölfræði sem er mjög nauðsynlegt til að fjalla einhver mál. Eins og að heyra til dæmis sko Sigurð Kára gera þess að fíbli þegar hann er að tala einhverjar rannsóknir sem hann vitnar í svona sem að sanni nú þetta og svo aðra rannsóknir sem að honum finnst ekki marktagra þegar ekki samanburða rannsókn skilur og svona dót. Þú setja einhverjar mótsagnir hann fram. Þetta er alveg bara, maður skammar sín bara fyrir þetta. Og fólk hefði gott að því að læra meiri starffræði, bæði þú veist ef það er bara til að skilja mótsagnirnar í þessu og sérstaklega ef þetta er sjálft stjórnmálamenn að koma með þetta fram. Ég skal fara út í smáatriðin og eftir ef eitthvað langar með þetta hvað hann sagði. En Já, nei, fólk þetta hefði er gott þetta- að því að skilja þetta betur. Já, það getur það verið, sko. Ég er ekkert því, en mér finnst svona, sko, sumt að þessu, sko. Þannig að sömu kannski betra fyrir sömu en sömu og ekki, skilur. Já. En ég finnst bara það sem að Sigurður Kári segir, hann er svona jafn rugglar í sambandi allt svona, Já. eins og hann hérna, Blöndal hérna. Já, ég hef ekki heyrt neitt bull í Blöndal svona sem ég hef lust á, kannski hef ég ekki lust á nógu mikið. Nei, sko, bara eins og til dæmis hérna að tala um það að sé verðbólga í dag og hann segir að sé ekki verðbólga, skilur. Það eru þetta verðbólga, en sko, Já. það sem að Sigurður Kári sagði, bara svona þess að fara fljótlega í þetta, var það að hann var að tala um að drykkja myndi ekki aukast þegar hún myndi leyfa að selja vín í kjörbúðum. Já. Svo rannsóknir sem sýndi þetta gerðist á öllum Norðurlöndunum að drykkja jókst og bara almennt sýnist þetta, bara sést þetta á öllum rannsóknum að drykkja bara eykst ef þú, sem sagt, eykur aðgengi. Og hann sagði að þetta væri ekki marktækt af því að það væri ekki búið að gera samanburðar rannsókn á Íslandi. Af því Íslingar er nú örugglega allt öðru sér heldur en allir, þú veist, Norðurlandabúar og svona. Svo sagði hann í svona cirka næstu setningu. Íslingar er náttúrulega bara venjulegt fólk og ekkert öðru stjana fólk. Þannig að hann er búin að koma í mótsögnu sjálfan sig bara svona í, þú veist, einum frasa næstum því. Og í rauninni vanvirða virt tölfræði, sem sagt, virtar tölfræði aðferðir og þekktar aðferðir til þess að mæla svona hlut og komast að svona. Og þessi gaur hefði nú bara gott af því að fara aftur í grunnskóla eða menntaskóla eða hvað sem hann þarf að fara til þess að læra þessa hluti og gera sig ekki svona fíbli. Við vitum náttúrulega það að það er náttúrulega drykkjan alveg samt. Ef að þú ert á fyllir í á kvöldinu og því að vantar björgum 10 á kvöldinu og ferði í búið kaupar í staðan fyrir að fara á pöppin. Já, ef maður Það er geti náttúrulega alveg vita mál. Ætli það sé ekki bara svo Sigurður Kári þurfi ekki að keyra skilur til þess að ná sér í sjús og hann geti bara labbað út í búð og fengi sér afréttarann sinni eða eitthvað, ég veit það ekki. Það er ekki málið. Takk fyrir góða þá. Já, takk fyrir það. Ok, Já, já, bless. Já, þetta er hann kom hann aðeins inn á líka drykkjuna í verslunum. Það er náttúrulega bara að segja alveg sjálft. Alveg sama hvað hver segir. Já. Drykkja eykst ef þetta fer inn í verslanir. Já, deilan er, hvort sem Já. út sammála eða ósammála, hvaða hlið sem tekur því. Já. Deilan er hvort að það á að gefa fólki þetta frelsi eða ekki. Já. Ekki hvort þetta eykst eða ekki eykst, þetta eykst. Þetta er bara eins og, sjáðu til dæmis 14 ára krakka sem langar nú að fara að djamma með vinnum sínum og svona. Já. Það er náttúrulega því er ekki að tala við foreldrana að beða um að kaupa áfengi eða þau geta ekki keypt það sjálf eða ná ekki að redda þessi. Auðvitað myndu þau stela þessu úr búðina, mikið af 14 ára krakka sem vinna í hagkaupa bónus og þessum verslunum. Þetta er selt þar. Þetta er bara stólið í gríð og erg af 14 ára krakkum sem ætla að djamma bara með þetta. Þess vegna, og það er líka alltaf þannig að þú lækkar þröskuldin að Já. þá, það hafa sumir sagt um mig sem er mjög bara að vera bull, að
dóp neysla myndi jafnvel minnka ef þetta væri löglegt, þá er þetta ekki spennandi lengur. Já. Það er bara alltaf eitthvað annað sem er bannað sem er spennandi. Já. Með eins og reykingar myndi ekkert minnka, eða þú veist, reykingar myndu ekki aukast ef að reykingar væru bannaðar, eða væru ólöglegt að reykja, skilur við. Nei. Þær myndu þetta snar minnka, því það væri helviti erfitt að vera alltaf reykjandi ef það kæmi ykkur og sektaði og takið fastan og þú veist, þegar þú gerði það. Já. Þannig að þetta er bara, þú veist, reykingar eru lefilegar, áfengisneysla er lefileg, þá eru bara fólk að fá sér sígarettur og áfengi áður en að það er búin að ná aldrei til það, skilur. Já, og þú veist, þá er þetta bara dóp, eitthvað sem er bannað. Já. Þú veist, líka ef að það er mákaup í kjörbúð, skilur, eða ef að það er lyft, segjum að hass væri lyft, skilur, þá geti alveg komið einhver 14 ára frændi minn og sagt, þeir eru rekkunin að kaupa hass í ríkinu fyrir mig. Já. Þú veist, eitthvað svona, ég meina, akkur ekki, skilur, þú veist, það er kannski að biðja eitthvað að kaupa áfengi fyrir sér ríkinu, skilur, og ungur og kannski, ég myndi ekki láta það eftir hennum svona, bara nota benni, en ég meina, segjum að nætti frænda stóran sem var að kaupa bjór fyrir ríkinu og svo er hasslöðlegt, þá myndi hann að kaupa hass fyrir mig, bara nei, ég kaupi ekki hass fyrir, já, þú getur bjór, það er löglegt, hass er löglegt, þú veist, akkur kaupir ekki hass fyrir mig líka. Já, við þurfum nú eiginlega að fara að gera auglýsingar aftur, en það er bara þannig í stuttu máli, ég er alveg á þeirri skoðun, alveg saman hvað ég segir, drykkja mun aukast ef þetta myndi fara inn í maturverslanir. Þú veist, þetta er miklu aðgengilega. Kannski fólk sem er að versla bara í matinn fyrir á 15. eða miðvikudagskvöldið eitthvað, er að versla bara fyrir matinn, bara kvöldmatinn miðvikudaginu svona, ætlar ekkert að fara að kaupa áfengi af því að það er ekki að fara í ríkið. Svo kannski er það hann í búðinu og sér svona bjóra bara, heyrðu, kannski hvernig fáum okkur bara sér hvernig bjórin í kvöld líka af því að þetta er þarna. En myndi ekki nenn að fara í ríkið út af þessu, af því að þetta er hann að beint fyrir framan hana, þá myndum freka að kaupa þetta og það er bara alveg sama hvað hver segir, ég er alveg á þeirri skoðun, drykkja ekst ef þetta fyrir nema maturverslanir. En við viljum að gera stuttu auglýsingar og koma aftur til smástund. Símið er opinn 588-1994 og við viljum að rýna í fleiri fjög hérna í grunnskólanum líka og síminn er logandi, hérna ég er að segja eitthvað, allir línur er auðklóandi, þannig að við aðtöfum kannski hverjir er símanum hérna eftir smástund. Þetta er útastátturinn hérna eini sanni hér á útvarpi sögu, það er 28. ágúst og Gunnar Ásgeirsson hér á Rökk Vesundón, hér sittur á móti mér. Við erum búin að vera að spjalla skólamál, öll fögin, svo drápum aðeins niður fæti líka óvænt inn í drykkju og sölu á áfengi í maturverslunum og við skulum bara taka næsta hlustandi sem var á línunni. Út að sagja, góðan dag. Já, góðan dag. Góðan dag. Þannig að ég var að veltaði fyrir mér, ég var að hlusta á nágur. Já. Eru þið einhver lyfjum? Nei, bara engum. Nei, reyndar ekki. Þvílíkt jöfnusir steypa sem þið eru að tala um. Nú? Já, hvað finnst þér mesta steypan? Já, þið fyrst og fremst það að þið eru búin að þjóðkenna alla krakka sem vinna í bónusverslunum. Nei, við erum bara ekkert að því, en það er bara ég er að segja, þetta hefur áhrif. Þetta sér þið fyrir þeirra krakkan að vera að fara út með kassa bjór? Já. Það ger ég. Undir bólnum? Já, eða stinga sig er að koma úr skólanum, lappa inn, fara í búðina eða fara í vinnuna bara með skólatöskuna, stinga sig onni í skólatöskur og svoleiðis, eða þú gætu gert það náttúrulega, gera það og lappa þannig út aftur. Já. Ég ætti nú alveg bara að loka á svona jólasveini eins og ykkur. Já. Þetta er náttúrulega Gunni bara á hans skoðun. Já, þetta er mín skoðun. En ég held alveg að það geti gerst að það er náttúrulega þekkt að starfsmenn hnuppla oft úr búðum. Já. Og líka viðskiptavinir. Já. Það er svolítið munur á til og með svo karmelu og bjórflösku. Já. Það er auðveldur að stela karmelu, já. Já. Þannig að má ég spyrja, hvað eru þið gamlir? Ég verð 21 núna í september. Já. Ég er 30. Já. Já, þetta. Og hafið þið verið eitthvað erlendis? Ég hef búið í 2 erlendum löndum og verið ég bjó í Kanada ár, ég bjó í Bandaríkjunum ár þegar var krakki, ég var í 2 mánuði í Danmörku, 3 mánuði í Svíþjóð, 4 mánuði í Þýskalandi og svo hef ég ferðast slóta. Já, og er eitthvað mikið meiri áfengisneysla þar? Það er mikið meiri áfengisneysla í Danmörku heldur en á Íslandi. Það er talað með svo mikið hófdrykki í Danmörku, jú, það er meiri hófdrykkja í Danmörku en á Íslandi, en það er líka meiri ofdrykkja, það er bara meiri drykkja almennt í Danmörku. Nei. Það eru fleiri alkoholistar, þetta eru tölfræðilega staðreyndir. Ég er ekki með könnun fyrir framan mig, en ég get alveg fundið könnun fyrir það og gefið mér smá tíma. Það er miklu meira af alkoholisma í Danmörku heldur en á Íslandi, hlutfallslega, miklu. Já, ég veit að ég hef líka búið erlendis og... Já, hvar? Og þetta, hvar? Ég hef búið í Noregi og... Já. Ég held nú ekki að það sé mikil drykk í Noregi, en það er ekki líka ríki í Noregi, svona eins og Íslandi. Jú, en það er seldur bjór í verslunar. Já, ok.
og meina ég hef ekki einu sinni heyrt að krakka vera tróðan í skólatösku hjá sér og meina Er það ekki bara þegar þeir eru að komast upp með það? Þess vegna hefur ekki heyrt með því. Þá myndi það nú sjást að það væri dauðadrukkin út allt. Það er aldrei að vita hvað finna svona. Nei, en ég held að þetta aðeins að vera svona lítið á raunveruleikann og hægt á svona helvítisbulli. Já. En þarna, meina, ég er ekkert fylgjandi í að endilega sér vera seljið til maturverslunum. Nei. En ég held að við verðum aðeins að sýna þessum unglingum sem að eru það viljug að leggja á sig að vera að vinna. Já. Því að eins og þú sennilega veist og þú hefur nú verið í þessum Evrópulöndum að þessi mikil stóra þessu hópur, Já. Þau fá ekki að vinna. Nei. Hérna gera þau allt til þess að geta það. Og svo að vera að segja að þau séu líklega til þess að fara að stinga sér skólatöskun og svoleiðis. Mér finnst þetta bara ég get nú ekkert endilega hérna talað fyrir það sem að Gunni sagði, en fólk verður að skilja það að maður er ekki alltaf að alhæfa þó að maður segi að einhver einn og einn geti gert eitthvað, eða það að fólk geti gert eitthvað í einhverju stöðu. Meina, til dæmis eru sumir, opinberi starfsmenn sem stela og það er alveg vitað, það er ekki allir sem gera það. En maður getur kannski talað einhverjar aðstæður, þar sem að fólk kemst í aðstæður, þar sem að það býður upp á að vissir einstaklingar steli. Og ég meina þeir sem að vinna í bónus eru náttúrulega bara á öllum stærðum og jörðum. Það geti verið einhver, ég hefði getað verið að gera það þegar ég var ungur og það hefði getað verið eitthvað grimma að gera það líka og bara hver sem er. Býtu smábörn þau kúk á sig, þá ekki að segja allir kúk á sig. Nei, ég meina, það sem hann er meira að segja er að það munu vera einhverjir sem að munu vera óheiðarlegri sem að vinna í bónus, eða 10-11 eða hvaða búð sem þetta er í. Það er náttúrulega alveg urmulla fólki sem vinnur í þessum búðum og mjög hröð starfsmannavelta í þessu. Þannig að þú já. Nei, ég nenni ekki að tala meira þetta. Nei, það er búið að kveða í kafu úr, bara hættur. Ég nenni ekki að ræða svona þverhausa. Já. Blessaður. Takk. Snillingur. Já, hann er allavega... Ég nenni ekki að fá mótrök við því sem ég var að segja. Ég vil bara kalla ykkur jólasvín og halvvita og þegar ég bara hafa það. Það sagði nú kannski ekki halvvita, skulum ekki vera ofgera. En hann var allavega ekki sammála okkur. Það er allavega okkar skoðun, það er alveg mín skoðun. Ég stend og fell með henni að bara, ef krakkar vilja, það er reyndar eitt hvað sem er. Núna þessina í daga líka núna. Þetta er náttúrulega ekki leyft núna í maturverslunum. En ef þessi krakkar vilja komast yfir áfengi, þá gera það hvað sem er hvað sem þetta er í búðum eða ekki. Það er bara mikið aðgengilegra tel ég í verslunum. Já, þú þarft að hafa einbeittari brotavilja til þess að gera þetta ef þetta er erfitt. Já. Ef þetta er auðvelt, þá þarft ekki að hafa einbeittan brotavilja. Já. Út að saga, góðan dag. Já, góðan dag. Góðan dag. Herru, ég var nú að spá þessu gaur ég er nú ekki svona, það má nú segja nei við mig og svoleiðis. Já. En strákar, ef við myndum fara að hafa þetta svona, því að það er einhverjir bjánar sem get ekki drukkið eins og menn. Já. Við ætlum að fara að refsa mér fyrir það að einhver bjáni út í bæ er fullur. Finnst þér er það ekkert svona smá brot á þú veist bara mínu frelsi? Já, hvað ertu gamall? Ég er 35 ára. Já, núna vil ég bara fara út í Hagkaup og kaupa bjórinn minn þar. Og en af því að það eru til alkoholistar. Já. Að þá get ég það ekki. Við sögðum reyndar aldrei að við værum endilega, eða allavega ég sagði ekki, ég var að móti því að selja í maturverslunum. Ég reyndar það, en ég var ekki búin að taka það fram. En ég drekk ekki. Ég hef aldrei drukkið á ævinu og mér finnst áfengið vera vont, Það er gott. En ég sé þetta sem, skerðing á mínu frelsi, Já, það er það. Það er ég sem að ræð hvort ég drekk eða ekki. Já. Og ég á að geta keypt þetta bara út í Hagkaup. En að spá í það, strákar, ég get ekki, nú er ég skotveðimaður. Já. Spáði í því að einhver gaur skaut á konunni sinni í fyrra. Já. Að þá bara tekin af mér byssun og ég fæ ekki að veiða bara. Ég fæ ekki að stunda sportið mig. Já, þetta er bara flókimál. Þú verður bara að vega og meta hvað er mikill skaði af frelsinu. En síðan líka, eins og þeir hafa verið að segja, eins og það sem ég langar að koma að þarna, ef þeir selja þetta í Hagkaup, þá verður þetta inn í sér deild í Hagkaup og starfsmaðurinn þar verður 20. Það er alveg búið að koma fram. Og það er engin 14 ára sem fara að kaupa þetta þarna. Og ég man að þegar ég var 13-14 ára, þá keypti ég mér brennivín hvar og hvenær sem ég langaði í það,
Og eða þú veist, ég gerðist eitthvað 3 og 4 sinnum með eitthvað þangað til ég gafst upp á þessu ógeði. Já. Og svo, því ég svo óheppinn að geta ekki drukkið, þá byrjaði ég aðeins í smá bulli. Og maður fór að reykja smá hass og svona, því að þú veist, það ekki jafn vont á bragðið og svoleiðis. Ég hef nú ekki smakkað hass. Nei, óheppinn eftir. En vitið þið hverju ég kynntist inn í þessu skúmaskotum sem að ég þurfti að fara til þess að ná í hassið mitt? Þar kynntist ég mönnunum með kókainið og þar kynntist ég mönnunum með hitt og þetta. Já. Og þetta voru jafningjar mínir sem voru að selja mér þetta. Já. Þetta er alltaf í gegnum jafningja, sko. Já, það er nefnilega, fólk heldur... Og ef það væri kaffisjópp eins og í Amsterdam, þá væri ekki 14 ára þar inn að kaupa. Eins og ef þú hefur farið til Amsterdam, þá sérðu það er engin börn þar inni á kaffisjóppunum. Nei, ég sá það reyndar ekki, en ég er ekki saman öllu sem þú sagðir. Reyndar þessi umræða, mér finnst alltaf, fólk taka alltaf annan pólinn í hæðin eða hinn. Já, nákvæmlega, það er að vera að loka á mig. Já, en býttu, leið mér að klára, ég ætla að fara að segja eitthvað sem skiptir máli í þessu umræðu. Fólk veit alltaf að segja annarkvort bara þetta frelsisgerðing eða þá þetta er skaðan af drykkjunni. Þetta er tvennt, þú verður að vega og meta áhrifin af báðu. Ég veit að þú vilt fara út til og skjóta, skotveið skilur, það verður leiðilegt fyrir þig að missa, þú veist, það, af því einhver hefði skotið konu sína. Þetta fer auðvitað eftir hvað eru margir sem skjóta konuna sína, skilur við? Hvað eru margir sem stundar skotveið? Það fer eftir að þú spáir í Grænlandi, það er alltaf þessi ekki svona annað hverju viku. Á Íslandi er þetta svona kannski 1 á ári eða eitthvað, eða 1 á 5 ára fresti. Já, þetta er reyndar hættulega nærri lagi hjá þér, því miður, ég vil ekki alveg... En ég er ekkert að fara að skjóta neitt, því að ég keypti með fallega byssu sem... Nú ert að endurtaka það sem þú varst að segja þann. Ég ætla bara að segja að hins vegar ef þú snýr dæmið upp í það, hvort þú mættir eiga Uzi vélbyssu. Af því að sumum finnst gaman skilur að skjóta í Uzi vélbyssu í skotklúbb. Ok, þá skulum við banna sterkt áfengi í verslunum og selja bjór. Nei, ég er ekki að tala um það núna. Ég er bara að tala um að það eru mismunandi stig af frelsi. En það eru... Býttu aðeins. Ég vil að þú reynir að skilja það sem ég er að segja. Það eru mismunandi stig af frelsi. Til dæmis bönnum við ekki bjór yfir höfuð. Við bönnum kókaín, það er umdeilt hvort við ættum að gera það eða ekki, eða hvort við ættum jafnvel að banna bjór eða banna sígarettur eða eitthvað, en það eru mismunandi hlutir. Mér finnst þér til dæmis að ég mætti eiga bara, og hver sem mætti eiga Uzi vélbyssu. Finnst þér það? Því að sumum finnst gaman að skjóta í mark, skilur við. Já, sko, ég get sagt það að ef ég ætti fallbyssu, þá færi ég og æfa mig á skotsvæðinu með fallbyssuna mína, en ég færi aldrei niður Laugaveg og skjóta fólk. Nei, ekki þú. En það þarf bara einn að gera það til þess að við komið þjóðarsorg og þú veist, bara verulega vont mál á okkar höndum. En eigum við þá ekki bara banna allt? Nei, við eigum að vega og meta hvert fyrir sig skaðan af því að nema frelsið af fólki á móti skaðanum á því sem að velst af fólki sem eru óábyrgt. En hvað eru margir sem myndir fara að skjóta konuna sína í dag? Heldur að ég veiti það? Nei, ég veit ekki. Hvað heldur þú séu margir veiðimenn? Þeir eru fullt af veiðmönnum, enda er ég ekki að móti því að fólk megi eiga haglabyssu, enda held ég að sé mjög fáir sem skjótu konu með haglabyssu og þau myndu kannski bara drepa hana með exi hvað sem var, eða ætla að drepa hana. Hins vegar myndi ég segja að það eru mörk og þú verður að vega og meta fyrir hvert fyrir sig. Fólk getur verið ósammála eða sammála þetta, en mér leiðist svona umræða þar sem er bara talað um frelsissviptingu eða bara talað um skaða. Það er nefnilega nákvæmlega sem mér finnst þið verið að segja. Þið bara sviptið mig frelsinu. Við erum ekki að segja það, við erum að segja að það þarf að mega þetta og meta þetta í hverju tilviki og maður getur verið ósammála eða sammála í vissum tilvikum. Til dæmis finnst mér ekki að banna áfengi yfir höfuð af jörðinni, en mér finnst að það ætti að banna til dæmis ef við tökum bara algjört öfgatilfelli sem hlýtur að vera sammála mér, þá finnst mér ekki að hvaða maður sem mætti eiga til dæmis sprengjur. Nei, þú hefur ekkert við sprengjur að gera. Nei, akkúrat. Þú hefur ekkert við sprengjur að gera. En sko, ég get núna að fara upp í Kópó og skotveðisvæði og ég get verið að æfa mig með skambyssu þar. Ég get átt skambyssuna og ég get verið þar að æfa skambyssu skot. Það segir ekkert um það að ég fara að skjóta eitthvað. Sko. Nei, en það er einn sem gera það. Maður verður að vega með þetta hvað eru margir sem gera það, hver er skaðinn af því. Af því að það er skaði af því að banna þetta fyrir þá sem finnst þetta skemmtilegt. Það væri skaði fyrir, þú veist, fólk ef það má ekki gera vissa hluti sem finnst skemmtilegir. En ef að hins skaðinn er stór. Þetta byssulöggjöf á Íslandi er samt sem á mjög góð og hún er bara eins og hún á að vera. Já, en hún er ömurleg í Bandaríkjunum, skilur við. Já, Bandaríkin eru líka Bandaríkin og þau koma mér ekkert við, sko. Nei, en þau hafa mjög mikið frelsi fyrir einstakling. En sjá hvernig er það? Það er 21 árs áfengið og ef þú sést einhvers staðar með áfengið þá er þetta bara tekin og... Já, við verðum eiginlega að hætta þessu af því að Hinrik Ólafs er að fara að koma að heimsækja ykkur. Já, ok. Við erum aldrei sammála um þetta. Nei, við þurfum ekki að vera það. Nei, ok, það var gott. Já, það var gott líka. Takk fyrir þetta. Já, en nú vorum við kannski ekki alveg að tala um heldur að svifta hann frelsun. Hann getur alveg keypt bara átíða ferð.
Það enginn að tala að svipta hann frelsinu, en eins og við segjum, Hinrik Ólafsson, hann að mæta hérna til okkar eftir bara 2 fréttir og til að spjalla við hann heima og geima og spyrja hann svolítið hans feril. Og en þessi skólamál, umræðan kannski þróaðist út í svolítið allt annað en það sem við ætluðum að tala og úsíbyssur. Við komumst yfir enskuna og dönskuna, svo erum við komin yfir úsíbyssur og áfengi. En við erum búin að fá fyrsta svona sem að bara dissar okkur, hlustanda. Já. Mér finnst það viss áfangi, svona. Já. Eru bara jólasveinar. Já, herrum, það komið að fréttum hér á Útvarpi Sögu og hér eftir klukkan 2. Hinrik Ólafsson.